heilags anda. Amen. Biðjum. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpað okkur að syrgja ekki eins og þau sem hafa ekki von. Hjálpað okkur að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprissu og eilíft líf. Látt okkur vera minnug þess að þú telur dagan okkar, svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Við biðjum þig að blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum. Leyfðu okkur að finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Ég les úr 90. Davíðssálmi. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann liðinn, já eins og nætur vaka. Þú hrífur þau burt sem í svefni, þau að morgni eru sem gróandi gras. Að morgni blómgast það og grær, að kvöldi fölnar það og visnar. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Metta oss að morgni með miskunn þinni, að við megum fagna og gleðjast alla daga vora. Gæska Drottins Guðsvoss sé með oss, blessa þú verk handa vorra.
Páll postuli ritar í Kólossubréfinu 3. kafla. Íklæðist því eins og Guðs útvalin, heilög og elskuð börn, hjartagróinni meðaumkun, góðvild, auðmýkt, hógværð og langlindi. Umberið hvert annað og fyrirgefið hvert öðru ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skuluð þið og gera. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem bindur allt saman og fullkomnar allt. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði. Verið þakklát. Hvað sem þið segið eða gerið það allt í nafni Drottins Jesú og þakkið Guði Föður með hjálp hans. Hvað sem þið gerið, þá gerið það af heilum huga, eins og Drottinn ætti í hlut en ekki menn. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Jesú nafni. Jesús segir, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann sendi mig. Ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi ég hann ekki. Ég ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Því að ég hef ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur Faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans eilíft líf. Það sem ég hef sagt, það tala ég því eins og Faðirinn hefur sagt mér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, já, lof sé þér Kristur. Amen. Vivi
Biðjum, vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér. Sálin vakið þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Góður vinur og samferðamaður, ástvinur ykkar kæra fjölskylda, hefur lagt niður verkfæri sín í hinsta sinn. Við minnumst hans með æðruleysi og þakklæti. Alli var hugvitsamur, hagleiksmaður. Hann var maður framkvæmda, maður sem lét verkin tala. Það eins og sumum sé handlægni og listfengi í blóð borin og það átti svo sannarlega við hann. Fyrir honum var ekkert verkefni of stórt. Hann gat smíðað og lagað bókstaflega allt. Enda sagði hann gjarnan, það má laga allt. Og hann stóð við það. Það má laga allt. Og allt gerði hann af heilum hug, eins og við heyrðum áðan úr Kólossubréfinu. Gerið allt af heilum huga, eins og drottin ætti hlut ekki menn. Ekkert var honum of lítilvægt. Allir sá bara tækifæri og lausnir. Þar sem aðrir sá eitthvað sem væri ónýtt eða erfitt, og hann hafði einstakt lag á því að skilja hvernig hlutirnir virkuðu. Vinnustofan hans sem að ber hið hátíðlega heiti Skúrinn, það var hans griðastaður sköpunar, þar sem ilmur af sæi og timbri tekur á móti þeim sem kemur þangað inn. Og þar nú ekki aldeilis allt á rú og stúi, nei, allt í röð og reglu í skúrnum hans Alla. Og það skipti hann ekki máli hvort það þurfti að reisa hús eða fínpússa lítið handverk. Hendurnar á honum, þessar stóru og traustu hendur með þessu hlýja handtaki, það var eins og þar væru gæddar töframætti að koma hverjum hlut í lag. Við þekkjum gripina hans úr timbrinu, úr hálsaskógi, borð og kertastjakar, vasar, smágerðir, strokkar og fleira sem prýða heimili fjölskyldumeðlima. En aðalsmerki þessa öðlings var þó hversu fús hann var alltaf að hjálpa til. Örlæti og hjálpsemi eru orð sem lýsa honum Alla svo vel. Og þetta hvernig hann gekk í öll verk af heilum huga og fylgdist með af stolti þegar eitthvað fór að virka á ný. Hann gaf af tíma sínum að miklu örlæti og ætlaðist ekki til neins í staðinn. Aðalsteinn Valgarður Vilbergsson, eins og hann hét fullu nafni, var vorbarn, fæddur þann 21. maí árið 1945 á Patreksfirði, þar sem hann ólst upp, þriðji í röð 8 barna Sigríðar Fanneyjar Björnsdóttur frá Skógum í Reykhólahreppi og Vilbergs Jónssonar frá Fagurhóli á Miðnesi í Gullbringusýslu. Alli lést á Landspítalanum við Hringbraut miðvikudaginn 29. júlí síðastliðinn eftir skyndileg veikindi, 81 árs að aldri. Alsystkini Alla eru öll á lífi nema Hafsteinn, hann lést árið 1975. Ein hálfsystir hans, eldri samfeðra, á lífi en hinn 4 látin. Sigríður Fanney móðir hans kvaddi árið 2006 en Vilberg faðir hans árið 1982. Edda og Björn eru bæði búsett í Danmörku og minnast Alla bróður síns með þakklæti og kærleika og senda sína kveðju hingað. En systkinum sínum og systkinabörnum, einnig hálfsystkinanna, sýndi Alli mikla ræktarsemi og hlýhug alla tíð. Hann var í sveit, meðal annars á Gróustöðum í Gilsfirði og víðar. Honum líkaði vistin vel.
Hann var sannur sveitamaður, þó lengst af hafa hann búið og starfað við sjóinn. Alli Villa var hann kallaður á Patró og hingað ber ég kveðju frá Jóhannesi Bergþóri Jóhannsyni, vini hans sem var með til sjós með honum á ungu árunum, og þau Ingibjörg konan hans biðja kærlega heilsa. Miðjan 7. áratuginn var Alli vinnumaður á Hreðavatni. Þar kynntist hann fyrri eiginkonu sinni, Erlu Katrínu Kjartansdóttur. Þau Erla og Alli giftu sig árið 1967 og eignuðust sín 3 gullfallegu börn, eins og þau orðaða sjálf, og 6 barnabörn, og langafa börnin eru líka orðin 6. Elstur barnanna þeirra Erlu og Alla er Kjartan Ágúst, konan hans er Sigurbjörg Helga Skúladóttir. Næstur er Sigurður Vilberg, hans kona er Auður Súsanna Bjarnadóttir og yngstdóttirinn Sólrún Ósk og hennar maður er Valur Bjarnason. Þegar hún fæddist voru þau flutt á Akranes, þar sem þau bjuggu allan sinn búskap. En Erla Katrín lést úr krabbameini á Þorláksmessu árið 2004. Við blessum minningu þeirra allra sem hér hafa verið nefnd og hinna sem búa í hjarta okkar og eru farin á undan okkur. Sameiginlegt áhugamál þeirra Erlu og Alla var meðal annars garðrækt sem þau sinntu af alúð. Þau áttu hjólhýsi í Galtarholtslandi og Alli byggði við það og varð bústaður sem þau kölluðu Alsælu, þeirra sælustaður. Aðalsteinn stundaði meðal annars sjómennsku eins og þegar hefur komið fram, svo vann hann hjá Akranesbæ og var bílstjóri á Akraborgarbílnum. Eldra fólk á Akranesi man vel eftir honum meðal annars úr þeim störfum. Svo sinnti hann afgreiðslustörfum hjá Akraborginni og var í slökkviliðinu, fljótur til útkalls. Hann stóð í sjoppurekstri og svepparækt og svo nokkuð sé nefnt. Honum féll aldrei verk úr hendi. En starfsævina endaði Alli hjá fyrirtækinu Spölur við Hvalfjarðargöng, allt þar til gjaldtökunni lauk árið 2018. Og það hefur nú verið vinnustaður að skapi Alla, alltaf komu einhverjir framhjá sem hann þekkti og heilsaði upp á hann. Öllu því sem að hann starfaði við, eins og öðru, sinnti hann af mikilli samviskusemi og metnaði í hverju verkefni sem honum var falið. Og Alli hélt áfram að vinna við Hvalfjarðargöngin eftir hann flutti að Hálsum í Skorradal til hennar Distu. Það var vorið 2005. Dista heitir fullu nafni Ingibjörg Ingólfsdóttir og þau gengu í hjónaband árið 2019. Synir Distu eru þeir Arnar Víðir Jónsson og sambýliskona hans er Harpa Einarsdóttir og Tryggvi Valur Sæmundsson, hans kona er Kristín Jónsdóttir og þar eru barnabörnin 8 talsins. Foreldrar Distu voru Lundfríður Guðrún Magnúsdóttir og Ingólfur Runólfsson. Með þeim Guðrúnu á Hálsum og Alla tókst góður vinskapur, hún bjó þar heima að mestu leyti allt þar til hún lést árið 2010. Á Hálsum tók Alli þátt af krafti í búskapnum allt til að hann lagðist af þar árið 2023. Hann hafði sérstakt dálæti á fiðurfénaði, segja þau mér. Og sem þessi iðni og starfsami maður sem hann var, að þá tók nú heldur betur allt stakkarskiptum að Hálsum, þegar hann var kominn til að dytta að öllu og endurbæta meðal annars fjárhúsin af mikilli hugvitssemi og allan húsakost. Og fyrir utan þessa miklu atorkusemi við vinnu og smíðar var veiðin líf og yndi Alla. Og það mun vera satt og rétt en ekki svona veiðimannagorger að hann veiddi gjarnan stærri og fleiri fiska en veiðifélagarnir.
Hélt sínum hlut á lofti af sinni stöku gamansemi, en var líka alveg til í að gefa yngri veiðifélögum heiðurinn af góðum afla ef svo bar undir. En eftir að hefðbundin bústörf lögðust niður að hálsum fyrir sem sagt 3 árum, þá höfðu Dist og Alli meiri tíma til að njóta samverustunda með fjölskyldu og vinum. Þau gerðu víðreist aðalega Borgarfjörðinn en einnig í dalina og norður í land og Suðurnesin, allstaðar áttu þau vini og frændfólk. Á árum áður fóru þau gjarnan í útilegu, áttu tjaldvagn og húsbíl. Og síðasta lengra ferðalagi þeirra var núna í maí. Þá fóru þau með félögum sínum úr félagsskapnum á Brún til Færeyja og flestar helgar í sumar voru þau á faraldsfæti. Það nú varla að taka það fram hvað hann Alli var félagslyndur og fljótur að kynnast fólki. Hann gekk til liðs við fyrrnefnt félag, þau kalla sig FAB, félag aldraðra unglinga í Borgarfjarðardölum, fljótlega eftir hann flutti í Skorradalinn. Starfsemin í Brún var Alla afar kær. Hann var í sérstökum karlaferðaklúbbi sem fór í vísindaferðir. Þau kalla sig Glannamús, fór og kynntu sér starfsemi fyrirtækja innan og utan héraðs meðan konurnar spiluðu af hjartans list. En Alli hafði nú mjög gaman að því líka að taka í spil, meðal annars á Brún. Hann var vinsæll meðal félagana þar í öllu þessu starfi, hjálpsamur og hlýr, og svo var hann líka mannasættir. Gamansemi og léttlyndi Alla þekkjum við líklega öll. Þessi strákslega spaugsemi eins og einhver orðaði það. Hann átti til að vera dálítið stríðinn, var líka leikinn með orð. Hann var mælskur hann Alli. Hann orti vísur fólkið sitt og ýmis málefni þegar honum datt það í hug. Og svo nú annað sem tengist bæði heimilinu og Brún, hvað var mikill matmaður, það þurfti aldrei að hafa áhyggjur af afgöngum þar sem hann var. Þau Alli og Dista voru meðal þeirra sem að ég kynntist einlega leið og ég var komin hingað í Borgarfjörðinn. Hvar sem fólk kom saman á tónleika eða aðra viðburði fyrir utan samverustundirnar í Brún, að þá voru þau þar. Og nú þegar þessar tæpu 2 vikur frá því hann Alli er dáinn, hef ég haft mörg tækifæri til að sakna þeirra hjónanna á viðburðum. Og ég veit það Dista mín að þú munt halda áfram að koma, þykir vænt að sjá þig þar. Sem betur fer þá tók ég Alla orðinu þegar hann sagði við mig, hvað, ætlar ekki að fara að heimsækja okkur? Þegar hann frétti að ég hefði verið að heimsækja fólk með svona eldri kennitölur. Þá fannst honum að það væri nú komin tíma á þau. Ég sagði nú við að þú ert nú gjörn nú gamall Alli minn, en kom þangað samt og mikið var það ánægjulegt að vera boðin á fallega heimilið að hálsum, þar sem listgripirnir hans Alla prýða hvert rými úti og inni. Og síðast voru við mörg hér við hátíðarmessu fyrir rétt rúmum 2 vikum á Reykholtshátíð og það var á sunnudeginum í upphafi vikunar sem hann lést. Þá komu þau hingað til messunar og messukaffis og tónleikana á eftir og við áttum örfá orð saman hérna frammi í ganginum. Á mánudeginum skrapp hann til að kaupa skrúur til að ljúka við ákveðið verk og svo heimsótti hann Snorra vin sinn á Fossum í leiðinni. Hann lét aldrei tækifæri til að koma einhvers staðar við úr hendi sleppa. Og svo var það á þriðjudeginum sem hann veiktist og á miðvikudagskvöldi var hann allur. Já, það gerðist fljótt. Hann hafði kennt sér með eins en samt allur hinn hressasti. Og við höldum hér í dag í okkar hjarta þakklæti fyrir fallegt og dýrmætt lífslaup. Eftir hann Alla standa öll handaverk hans, unnin af heilum huga eins og drottin ætti í hlut ekki menn. Dýrmætar minningar munu ásamt því öllu saman, minn okkur á hann ókomna tíð.
Já, við minnumst þessa trausta og góða manns í söknuði og þakklæti og vitum að hann átti góða heimvon inn í eilífðina sem Jesús boðar okkur. Og við kveðjum hann Aðalstein Valgarð Vilbergsson með orðum 90. Davíðssáms: Lát gæsku drottins Guðsvors vera yfir oss. Styrk þú verk handa vorra, já, styrk þú verk handa vorra. Hvíl í friði, kæri vinur. Við skulum biðja. Guð, Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð, sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Já, almáttu í eilífi Guð, við fögnum yfir þeim sem hafa lifað í trúmennsku og dáið í friði. Við þökkum þér allar góðar minningar og þá lifandi von sem vakir með okkur. Við þökkum þér fyrir hann Aðalstein sem við minnumst í kærleika og fyrir það að þú í heilagri trú hefur gjört himininn að heimili hjartna okkar. Við þökkum þér, Guð, að við megum fela þér hann alla og framtíð okkar allra.
Já, veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn. Amen. Og allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem drottinn hefur kennt okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég er upprissan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu, en upprís ódauðlegt.
Sá þér í veikleika, en upprís í styrkleika. Sá þér jarneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Séra Hallgrímur yrkir: Svo láttu mína sálu nú, sjá þig í einni réttri trú. Vertu sjálfur ljósmóðir mín sál fæðist í hendur þín. Aðalsteinn Valgarður Vilbergsson, blessuð sé minning þín. Amen. Kistan verður borin hér fram í anddyrið og getum við sent þar yfir. Síðan verður farið á Hvanneyri þar sem hann verður jarðsettur á Nalli í Hvanneyrar kirkjugarði og ykkur er öllum boðið að koma og þiggja veitingar í matsal Landbúnaðarháskólans. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.